Sölvi 3-1 sigur á móti FH, bara svona hvernig metur þetta leik? Bara feginn að fá, fyrst og fremst að fá 3 stigin, það er alltaf gott. Nú erum við búin að setja tvo sigra í röð saman eftir að hafa ekki unnið 3 fyrir það, þannig að það er alltaf gott að ná í þessi 3 stig og við komnir aftur á toppinn, en það er hellingur eftir og við ætlum bara að halda áfram að þú veist, gera betur og við fannst við, þú veist, stjórnum þessum leik allt í lagi, við vorum meira með bolta en þeir og við vorum að koma okkur á stöður sem við viljum koma okkur inn á vellinum, en mér finnst við hefði getað verið aðeins meira klínískir þegar við komnir að teiga andstæðingarna og mér fannst svona vanta upp á kannski síðustu sendingina þannig að við getum svona skapað einhverja almennilega ógn. Mér fannst langt á milli færa hjá okkur og kannski lítið færi, þannig að það er einhver sem við getum bætt okkur í. Mikið talað byrjunina, tapið út í bikarnum og svo í deildinni og fylgja eftir því með jafntefli minni. Líður ekki svo núna eins og sé sér bætingu milli leikja og bara með hverjum leik? Jú, við náttúrulega reynum alltaf að bæta okkur á milli leikja og við skoðum hvað við þurfum að bæta okkur og það var klart mál að það voru nokkrir hlutir eftir IBVF-leikinn þurftum við að fara yfir nokkra hluti og að sömuleiðis afturheldingu þá þurftum við líka að tjekka hlutunum og það er ekkert óeðlilegt þegar þjálfaraskipti, mikið meiðsli og nýju leikmenn að koma inn í þetta, þá er það ekkert óeðlilegt. Þannig að við bara eins og með allt annað, við lærum af þessu, við lærum af hverju leik og við höldum áfram að þróa okkar leik. Nýja mann Ali kemur inn og aftur núna í dag, bara svona hvernig líður með hann núna fyrstu vikuna? Bara hann er að koma flott inn í þetta hjá okkur og það tekur bara sinn tíma að komast inn í systemið okkar og hann fekk fleiri mínútur en hann fekk síðast, þannig að vonandi verður þetta bara heldur þetta áfram að vera í ákvæðan þróun. Þannig að bara spennandi leikmaður og við þurfum bara að koma honum betur inn í hlutina. Seinustu 2 mörkin svona pressumörk, bara svona pressuboltan inn kláraði leikinn? Já, þetta var góð pressa og vissum að F-fangarnir vildi að spila út þennan 3. mannin, þannig að við breyttum aðeins í fyrri hálfleik að fara aðeins stífara í pressuna og það skilaði sér í 2 mörkum. Pálmi byrjar í markinu, Ingvar ekki í hóp, bara er eitthvað, veistu eitthvað stöðun á honum, styttist í hann eitthvað svoleiðis? Nei, það ætti nú að styttast í hann, ég held að þetta sé ekki alvarlegt, þannig að síðan veit maður ekki, það getur verið lengst eitthvað í þetta en þetta á ekki verið slæmt. Ósáttur með Pálma í markinu á FH? Er ég? Ósáttur með Pálma í markinu á FH? Ég er ekkert ósáttur með hann, ég meina að Pálmi kemur bara inn í þetta og reynir að gera sitt besta. Við gerum allir mistök og sennilega hefði náttúrulega sláandi hliðar en hann gerir líka frábæra hluti fyrir okkur í dag, þannig við alls ekki ósáttur með hann, ég er bara mjög sáttur með hann. Þannig að hann varði til dæmis undir lokin frábærlega, ég veit alveg hvað Pálmi getur, ég sé það á hverjum einasta degi á æfingum og ég treysti honum fullkomlega til þess að standa í búrinu og er bara mjög sáttur með hann. Næsti leikur Stjarnan útivelli, hvernig metur þú núna, þetta er 6 umferðir búnar og þeir á toppnum? Já, það er bara nóg eftir og við þurfum bara að halda áfram eins og ég segi, að halda áfram að bæta okkar leik og halda áfram að leggja svona mikla vinnu sem við erum búin að gera þetta. Ég er búin að hrikalega sáttur með hvað við erum duglegir, hvað við erum tilbúnir að sinna skítavinnunni áður en að gæðin fá að skína, en við þurfum bara að halda sömu braut áfram. Eitthvað annað, bara úr leik í dag sem tekur út, eitthvað þetta jákvæmt? Ég þarf nú bara að skoða, það er yfirleitt þannig að maður þarf að skoða þetta aftur til þess að sjá þessa hluti, en bara jákvæmt að við unnum leikinn og jákvæmt hvað það var góð stemming í stúkunni og hrikalega sáttur með þá, þannig að þetta var bara góður dagur. Takk fyrir ganga vel.